Charismatic. Halló allir saman. Hlýjar kveður til ykkar allar. Við erum afar glöð að vera aftur með ykkur í nýjum þætti. Hjá Charismatic vinnum við allan sólarhringina því að skapa efni sem er raunverulega gagnlegt fyrir ykkur. Yfir 50 manns leggja sitt af mörkum af nákvæmni og alúð í gegnum netrása okkar svo þeir fái bestu mögulegu upplifun. Ef þið hafið gaman að þessu efni, vinsamlega deili myndbandinu með öðrum. Þessi litla aðgerð hjálpar þættinum að ná til fleiri og gefur okkur orkuna til að halda áfram enn sterkari og betri. Eigum við að byrja? Gerum þetta. Velkomin í þessa ítarlegu umfjöllun. Í dag tökum við fyrir mjög áhugaverða og kannski svolítið óvenjulega aðferð til að losa sig við streitu og áhyggjur. Einmitt. Og heimildirinnar okkar byggja á kenningum Esther Hicks, er það ekki? Jú, nákvæmlega, og tæknin snýst í grunninn að fela verkefni svona á táknaranhátt til alheimsins. Markmiðið okkar er sem sagt að kryfja þessa hugmynd, skilja hvernig hún virkar í praxis og hvaða vélverknir gætu legið að baki. Já, bæði frá þessu andlega sjónarhorni en kannski líka því sálfræðilega. Akkurat. Byrjum kannski á samlíkingunni sem er notuð til að kynna þetta, hún er mjög kröftug. Ímyndum okkur að einhver sé bara alveg yfirbúaður. Já, allt á herðunum á manni, verkefni og áhyggjur. Einmitt. Og þá bankar einhver upp á, og þetta sko ekki hvar sem er. Þetta er áhrifamikið milljarðamæringur með meiri völd en flesti þjóðarleiðtogar. Og þessi persóna sér strax ástandið. Hún sér þreytuna, kvíðan og allan þennan lista af ókláruðum verkum. Og þá kemur tilboðið já, og það hljómar eiginlega of gott til að vera satt. Hún segir, ég vil verða þinn persónlega framkvæmdastjóri. Algjörlega ókeypis. Og hvað á maður þá að gera? Þitt eina verkefni er að sinna einföldum og óneilegum þútum, drekka kaffi, njóta þess að vera til. Fær í göngutúr. Akkurat. Ég sé allt hitt, segir hún. Ég leysi vandamálin. Ég útvega penningana. Ég díla verið á fólkið. Ég klára þetta allt. Þetta er náttúrulega tilboð sem maður spyrir sig hver myndi segja nei við þessu. Engin, vendilega. Hver myndi segja, nei takk, ég ætla bara að halda áfram að burðast með allt sjálfur og leysast upp úr streitu. Nákvæmlega. Og þarna líkur kjarnin. Kenningin er svo að þessi framkvæmdastjóri sé til. Og hann er þá alheimurinn. Já, heimildina kalla hann Guð, kosmos, alheimin, lífið sjálft, hvað sem hendar hverjum og einum. Þessi kraftur er til staðar, reiðubúin að taka við. En vandamálið er þá ekki hann sé ekki til? Nei, vandamálið er að við höldum svo fast í verkefnaskjólin. Við treystum honum ekki. Við reynum að örstýra öllu sjálf. Skiljanlega. Þessi hugmynd er svo sett fram í mjög hagnitri teikni og hún ber svolítið sérstakt nafn. Já, undirskálarferlið. Undirskálarferlið. Það hljómar meira en svo eitthvað úr eldhúsinu. Það lítur að vera saga bak við það. Jú, það er saga og hún er mjög hversdagsleg sem er kannski punkturinn. Þetta gerist á degi þegar Esther og Jerry, eiginmaður hennar, voru bara alveg að gefast upp. Út af hverju? Þau voru að byggja hús, verkefni á eftir áætlun, peningaáhyggjur. Esther var samkvæmt sögunni mjög stressuð og pirruð. Og til að fá smá pásu faraðu út að borða? Já, þau fara á veitingastað í hádeginu, en þar heldur Esther bara áfram að kvarta. Hún telur upp allt sem er óunnið. Þetta er óklárað, verktakarnir hefur ekki samband. Nákvæmlega. Og þá segir sagan að hún fái svona innblástur sem hún kennir við aðila sem hún kallar Abraham og röddin segir henni að taka pappírs undirskálinu undan disknum sinnum. Í fyrsta lagi draga línu beint niður í miðjuna. Skipta henni í tvennt. Akkurat. Svo í öðru lagi skrifa efst vinstra megin verkefni sem ég vil gera og í þriðja lagi hægra megin verkefni sem ég vil að Guð eða kosmos geri. Svo hún gerir þetta. Vinstra megin skrifar hún þá einföldu ánægilegu verkin. Það sem hún gætt gert strax. En hægra megin á lista kosmosins, þar setur hún öll stóru flokknu vandamálin. Húsbygginguna, peningaáhyggjurnar. Samskipti með verktakann, allt saman. Og það sem gerist næst er ástæðin fyrir því að þessi saga er sögð. Leið og þau eru búin að borða, þá hringir síminn. Og það er? Það er verktakann. Hann hringir sjálfur að fyrra bragði til að leysa málið. Stuttu síðar koma peningar úr óvættri átt. Vá! Vandamálin byrja bara að leysast án þess að hún þurfa að gera neitt meira í þeim. Og nafnið undirskálaferlið það festist við. Til að minna á þessa sögu að þetta eigi að vera jafn einfalt. Einmitt. Förum þá yfir hvernig þetta er framkvæmt í reynd. Hún virðist svo einfalt að það er næstum hlægilegt. Hún er mjög einfald og það er líkalega hluti af tilganginum. Maður tekur bara blað, hvaða blað sem er og dregur lóðrætta línu í miðjuna.
fáum að koma með 2 dálka. Allt í lagi, 2 dálkar. Sá vinstri er þá mitt svæði. Nákvæmlega. Fyrirsóknin þar er það sem ég geri í dag. Og hér skráar maður bara hluti sem maður getur gert strax og veita villiðan. Eða eru allavega einföld verk. Já, einfald líkamleg verk. Borða á góðan morgunmat, fara í sturtu, hringi vin, taka til á skrifborðinu. Hluti sem maður hefur fulla stjórn á. Svo það er allt sem er áþreifanlegt og framkvæmanlegt hér og nú. Hvað með hægri dálkin? Hægri dálkurinn er svo svæði kosmosins. Yfirskriftin er það sem ég vil að kosmosin geri. Og þetta er staðurinn þegar maður losa sig við byrðarnar. Þar skrifar maður þá allt sem veit ekki hvernig á að leysa. Já, allt sem veldur streitu, kvíða eða þar sem maður finnst maður bara ekki hafa kraftin. Og dæmin þar eru þá væntanlega á allt öðrum toga. Ekki að fá sér kaffibolla. Alls ekki. Höfundur nefnir dæmaborðu við þrefalda tekjurnar mínar, sættast við maka minn. Finna hinn fullkomna kaupanda húsinu. Já, eða laga bílunina í bílnum. Í stuttumáli, allt sem er of stórt, of flókið eða of óljóst til að leysa það með einni einfaldri aðgerð á staðnum. Allt í lagi, þá erum við komin að $1.000.000 spurningunni. Af hverju ósköpunum ætti þetta að virka? Það er auðvitað ekki bara skrifin á blaðinu sem lætur verktaka hringja. Svo hver er vélvirknin að bak við þetta samkvæmt kenningunni? Kjarnahugtaki hér, samkvæmt heimildunum, er að losa mótstöðu. Mótstöðu? Hvað þýðir það? Sko, kenningin er svo að þegar maður hefur stöðugar álíkir af einhverju, eins og peningum, þá sendir maður frá sér svona orkutíðni mótstöðu. Áhyggjurnar virka eins og stífleg á. Sem kemur í veg fyrir að lausnirnir eða peningarnir geti fleytt til manns? Nákvæmlega. Sama gildir sambönd. Ef maður hefur stöðugur áhyggjur og sambandi er maður í raun að blokka fyrir að það geti orðið gott. En mótstaða og orkutíðni, þetta eru frekar óhlutstæð hugtök. Ég get ímynda mér að einhverjir hugsi, þetta er bara óskhyggja. Er einhver veraldlegri eða sálfræðilegri túlkun á þessu? Það er mjög góður punktur. Og jafnvel fyrir þá sem trúa ekki á orkutíðni er hér klárlega sálfræðilega skýring með því að skrifa áhyggjurnar niður og fela þær tákrænt öðrum. Þá gefur maður heilanum leyfi til að hætta hugsa þær? Já, nákvæmlega. Þetta er kallað hugrænt álagslosun eða cognitive offloading. Hugurinn hættir að vera stöðugur í vakt yfir vandamálinu. Það losar plás í huganum. Einmitt, það losar hugrænt álag og vinnsluminni. Og það gerir mann móttækilegri fyrir lausnum og tækifærum sem voru kannski hulina streitunni. Svo þegar maður hættir að þráhyggja yfir vandamálinu, opnast rými í huganum fyrir nýjum hugmyndum. Eða fyrir því að taka eftir lausnum sem veru beint fyrir framarmann allan tíman. Já. Þegar mótstaðan eða streitan og þráhyggjan er farin, þá getur orkan eða bara sköpunargáfan og lausnmiðurumsun flætt óhindrað, stíflan er brostin. Og það er þá sem hlutinni gerast. Síminn hringir, lausnin birtist, ekki vegna þess að skrifin séu töfrar, heldur vegna þess að maður fór úr veginum. Einmitt. Maður hætti vera hindrunin í sínu eigin lífi. Það er tilvitnun í Esther Hicks sem grípur þetta vel. Alheimurinn hefur mjög hæfa starfsmenn. Leyfðu þeim að sinna sinni vinnu, þitt eina verkefni er að halda þeir í góðu skapi. Sem sagt, einbeitir á vinstra listan og láti stóra samhengið hægri listan. Takk fyrir að vera með okkur hingað til. Ef þetta var gagnleg fyrir ykkur, sendið það núna til einna mannesku. Eindeiling, einu sér hvetur teimið okkar verulega. En það er eitt mjög mikilvægt atriði sem þarf að árétta. Það er kannski erfiðasti hluti ferlis. Og hvað er það? Þegar maður er fært verkefni yfir á lista kosmosins, þá má maður ekki stela því tilbaka. Að stela því tilbaka, hvað þýðir það í praxis? Það þýðir að ef maður skrifar finna lausn á peningavandanum hægra megin, eins og 5 mínútum síðar er maður aftur komin á fullt að hafa áhyggjur. Og velta sér upp úr því og reyna að finna lausn í huganum. Já. Þá er maður í raun að rífa skjallið úr höndunum á framkvæmdastjóranum og segja, glemdu þessu, ég ger þetta sjálfur. Þá er mótstaðan eða streitan komin aftur á fullt. Akkurat. Þetta er eins og að ráða málara og standa svo yfir honum og reyna að mála yfir það sem hann er að gera. Það er gagnslaust. Nákvæmlega. En það er oft auðveldara sagt en gert að hætta að hafa áhyggjur. Er eitthvað hagnýtt ráð til að kljást við það? Já, það er gefið hagnýtt ráð. Í hvert skipti sem að finnur að áhyggjurna læðast aftur á manni, þá ámað að segja meðvita við sjálfan sig. Afsakið, þetta er ekki á meinum verkefnalista. Þetta er á borði stjórans. Og svo bara beina athyglinni annað. Já, snúa athyglinni markvist að ekkur á vinstri listanum. Fá sér kaffi, fara í göngutúr, hlusta á tónlist.
eitthvað einfalt og raunverulegt sem færi maður aftur í núið. Svo þetta að virkt ferli að viðhalda þessu trausti, ekki bara ein athöfn. Einmitt. Það æfing í því að sleppa stjórninni og það líka vert að nefna að heimildirnar setja þessa tækni í stærra samhengi. Já, þetta hugsa sem endalega laust? Nei, alls ekki. Hún kynnt meira sem drop í hafið eða sem verkjalyf. Hún veitir tímabundna lausn, losar streitu á ákveðnum augnabliki. Þannig að þetta meira skyndihjálp en langtíma meðferð. Það góð samlíkung. Heimildirnar halda áfram og kynna hugmyndinu dýpri vinnu fyrir þá sem vilja ganga lengra. Það minnst á kerfisbundinari nálgun. Og hvað felst í henni samkvæmt þessum hugmyndum? Markmiðið að kenna fólki að finna og brjóta niður faldar andlegar hindranir. Einnig að virkja það sem kallað auðlegðartíðni allan sólarhengin sem þýða að vera stöðugt í ástandi þar sem að laðar að sér jákvæða hluti. Þetta hljómar eins og heildstæðara kerfi. Já, og það að þetta kerfi samþætti kenningar frá fleirum eins og Kevin Trudeau og Bob Proctor, auk Esther Hicks. En fyrir okkar umfjöllun í dag undirskálaferli sjálfstært og áhugavert verkfæri. Það gott að hafa þetta samhengi, að þetta sé kynnt sem inngangspunktur en ekki endilega allt svarið. Nákvæmlega. Þetta tæki til að nota daglega til að draga úr streitu, en það bendir á að til að ná varanlegri breytingu þurfi dýpri nálgun. Þetta hefur verið mjög áhugaverð yfirferð, að taka svona andlegt hugtak og sjá hvernig það getur líka átt sér sálfræðilega skýringar. Já, og til að loka þessar umræðu, þá hér ein lokahuggun til íhugunar. Hún byggir á kjarnanum í þessu öllu. Ok. Ef maður að velja af því í sprínasta áhyggjuefni úr sínu lífi í dag, það sem veldur mestu hugarangri og færa það yfir á lista kosmósins. Hvað myndi breytast ef maður myndi að fullri og einlegri alvöru sleppa takin af því í aðeins 24 klukkustundir? Bara einn dag? Já. Ekki reyna að leysa það, ekki hafa áhyggjur af því, bara treysta því að það sé í höndum framkvæmdastjórans. Hvaða rými myndi það skapa í huganum? Það ögrandi og góð spurning til að enda á. Takk fyrir að vera með okkur til enda. Ef þessi þáttur hjálpað ykkur, endilega setji like, skilji eftir stutt athugasemd og deilið honum með einhverjum sem geti haft ánægju af honum. Hver deiling hjálpar fleirum að finna okkur og ekki gleyma að vera áfram áskrifandi að Charismatic. Það besta enn framundan. Sjáumst í næsta þætti. Haldið áfram að vera Charismatic. Charismatic.